Svenni! Hvar hann? Svenni! Svenni! Hvað, ertu þarna? Hvað, heyrðu ekki því að ég var að kalla á þig? Nei, hvað? En fyrir ekki, hvað ertu að gera? Ég er með svona fræ, sko, ég er að sá fyrir fræjum, nei, fyrir blómum. Ertu að búa til blóm? Já. Af hverju? Þannig gerir maður, sko, ég er að gera það fyrir kirkjuna, svo komið svona falleg blóm í sumar, sko. Það sáum að, hittir fræ, sko, svo kemur rigning og sól og svo bara spretta upp blóm, það er rosa falleg. Spennandi! Já! En heyrðu, bara þú veist að ég þarf að fá þig inn. Nú? Við erum að fara að byrja sunnudagsskóla, ertu búin að glemma þessu það? Heyrðu. Við erum aftur að fara að gera svona, hitta krakkana á netinu, mástu? Geggjað. Drífðu. Heyrðu, ein spurning. Já. Ég ætla að fá henni að pilsa með öllu. Hæ, elsku krakkar og verið hjartanlega velkomin í sunnudagsskólan. Og þá er komið að því aftur við þurfum að hittast hérna á netinu. Nákvæmlega. Eins gaman að vara að hitta ykkur í kirkjunni. Það var ótrúlega skemmtilegt. Já, þá er bara staðan svona í dag en við gefumst ekkert upp. Nei, gerum þetta saman. Við gerum þetta saman. Sunnudagsskólinn, hann er hér. Hann er í tölvunni. Sjónvarpinu. Símanum. Eða iPadinu. Algjörlega, og það getur verið með hvað sem er. Og við ætlum að byrja stundina formlega með því að signa okkur og fara með morgunbænina. Já. Tökum 3 putta og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Skulum loka augunum, finna róna og segja saman: Nú er ég klæddur og komin á ról. Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðs óttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Amen. En þurfum við ekki að gera eitthvað hefur eftir? Jú, krakkar, nú skulum við kveikja á kertum. Ætlar þú að sjá það? Já, þið tilbúin? Gerum það. 1, 2 og... Nei, heyrðu, nú ertu bara að koma með allt til þess að kveikja kertunum. Algjörlega. Og þá segjum við saman: Jesús sagði: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og að sjálfsögðu ætlum við að byrja stundina. Má bjóða að blása? Ég skal blása. Ekki bara kveikja kertunum, byrja morgunbænina, heldur við ætlum að syngja lagið sem við syngjum alltaf. Já. Heyrðu, þú ert að næja gítarinn aftur, hvert fór hann? Jú, byrju. 1, 2 og... Þú ert svo... Strákar og svona græjur og svona, þetta er ótrúlegt. Strákar, þetta er líka stelpur og allir. Já, ég veit að sérstaklega þú bara út svo mikið út endalega strákur. Nú syngjum þetta saman. 2, 3 og... Daginn í dag, gerði drottningu. Gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði drottningu. Gleðjast ég vil og fagna þennan dag, Daginn í dag, gerði drottningu. Blessuð og sæl. Bless. Og verið velkomin í leikjarhornið okkar. Leikurinn í dag er mjög einfaldur. Mjög skemmtilegur. Mjög skemmtilegur. Já. Og við þurfum bara hendurnar á okkur. Jazz hands. Og hann heitir Skæri Blað Steinn. Og þið sagðu hvað ég gerði. Ég bjó til með höndunum mínum skæri, blað og stein. Svo er þetta keppni milli tveggja og ég er svona ennum að keppa. Já, setjið hina hendina svona niður og takkið hérna. Og gerum svo saman og segjum Skæri Blað Steinn. Við gerum bæði skæri þannig að það er jaft. Gerum þetta aftur. Skæri Blað Steinn. Og það er steinn og það er aftur jaft. Og gerum við Skæri Blað Steinn. Og sjáu þið, nú lendir steinninn á móti skærunum. Og hver vinnur? Steinninn, að því ég get skemmt skærin með steininum. Ef ekki að útskýra þess það? Já, við slum útskýra það. Ok. Eins og ég segi, steinninn eyðileggur skærin. Já. Sjá. Skærin eyðileggja blaðið. Að því ég bara get klift í það. Og blaðið eyðileggur steinin. Já, blaðið. Að því hann kæfir steinin. Já. Þannig, þið getið farið í bara kannski 3 leiki og svo vinnur 2, hann vinnur. En þetta er rosa skemmtilegu leikur sem við þurfum bara að henda þetta á okkur og já, þetta er bara létt og skemmtilegt svo getur gert hvar sem er. Bílnum,
heima, úti, inni, hvað sem Þannig ég segi bara góða skemmtun. Góða skemmtun. Verið bless. Í bili. Skæriblað-steinn. 1-0 fyrir mér. Skæriblað-steinn. 2-0 fyrir mér. Skæriblað-steinn. Já, ok. Skæriblað-steinn. 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 Ég vann. Þetta var rosa leikur, maður. Mjög skemmtilegur. En krakkar, ef við ekki að sjá hvað hann Silli Bángs að gera. Hann kominn aftur? Hann alltaf kominn aftur. Ég held að hann sé með ykkur skemmtilega brandara núna. Brandarahot Silla, gjörið þið svo vel. Halló krakkar! Gaman að sjá ykkur aftur maður, alltaf langt síðan, ég segja það sko. Ég ætla að sjá ykkur brandara. Ok. Hvað kallast Lose Me sem treðst framfyrir? Excuse me! Ok. Í hvers konar fötum gengur starfsfólk Sorpu? Vitið það? Já, sko, í ruslafötum! Ok, sko, hérna sko góður. Af hverju eru Reynir og Danni orðnir svona litlir? Já, þeir skruppu saman í bíó. Ok, þannig að hvernig veiðir maður flugfisk? Nú í loftneti. Ég krakka mín, ég kan taka einn í viðbót á netti, er það ekki? Ok, einn í viðbót, sko. En á hvað veiðir maður saltfisk? Nú, á saltstöng! Takk krakkar, við sjáum svolítið fljótt aftur, bless! Veistu, ég held að Silli sé bara finnasti björn sem ég veit Já, sko, frændi minn, Björn, hann sko finnastur í heiminum og svo þekki ég einn líka ísbjörn sem ég sá á YouTube. Þekkið þú einn ísbjörn? Já, ég sá hann á YouTube, sko, ég þá þekki hann. Og þannig að Silli er kannski svona þriðji finnasti björn í heiminum með eitthvað svolítið. Jók. Ég var líka bara alveg. Silli, hann er langbestur. Hann er langbestur, sko. En ef við ekki bara syngja eitthvað skemmtilegt lag? Jú, hvernig verður það? Eitthvað sem við notum svona bæði hendurnar og fæturnar og röddina. Ef við gera það? Já. Veistu hvað lag það er? Nei. Varstu ekki þannig, ég er ekki svona. Er þetta eitthvað ég með hendur að Nákvæmlega. Heyrðu, náðu gítarinn og við gerum þetta með krökkunum heima. Ok, gerum það. Og ég ætla að segja, þetta lag byrjar svolítið skemmtilega. Já, við ætlum að byrja með því að klappa. Ég er með hendur að klappa með, fætur að stappa með, röddir að syngja með, tralala, ég syng fyrir Guð. Ég er stundum leið og þá vil ég bara gráta, ég er stundum reið eins og lítið mý, ég er stundum grum og mig langar bara að rífast, þá rís ég upp og svo fer ég að syngja. Ég er með hendur að klappa með, allir með, fætur að stappa með, röddir að syngja með, tralala, ég syng fyrir Guð. En stundum er gaman, þá vil ég bara hlæja, og stundum er svo fúll að ég vil ekki neitt. Ég er stundum sælli en nokkur fær skilið, þá rís ég upp og svo fer ég að syngja. Ég er með hendur að klappa með, fætur að stappa með, röddir að syngja með, tralala, ég syng fyrir Guð.
Það var skemmtilegt að skildir það vera að sá fræjan másanni. Ég fannst þetta ekki. Veistu það hverju? Að því að sagan sem ég að segja krökkunum í dag fjallar einmitt mann sem var að sá fræn. Nú? Já. Svona blómagerðarmann eins og mig? Já, þú mátt kalla þig það, en þetta er einu af dæmisögum Jesú sem fjallar orð Guðs og sagan sem við viljum að heyra í dag heitir Sáðmaðurinn. Þetta er saga úr Biblíinu bónda sem sáði fræi á akur sinn. Jesús sagði þessa sögu bóndan sem sáði fræi út á akri. Hann vildi að fræið myndi ná að vaksa og dafna svo hann fengi mikla uppskeru. Einhver fræ fjall á stígin og tröðkuðist niður undir fótum fólks. Þau fræ uxu ekki né döfnuðu. Sum fræi fjalli í góða jörð en fuglar komu og átu þau. Fræi náði ekki heldur að vaksa og dafna, heldur hurfu upp í gogg fuglana. Einhver fræ fjall á steina þar sem þau tóku að vaksa, en fræin skorpnuðu vegna þess að það var of heitt og þurrt og ekki nægjanleg næring. Sum fræ fjalli inn á milli illgresisins. Illgresi var stærra en 9 plönturnar og þær höfðu ekki pláss til að vaksa, né heldur sólarljós og skorpnuðu. En sum fræ fjalli í góða jörð og uxu að stórar, sterkar plöntur. Þær fengu góða næringu og sólarljós. Orð Guðs er eins og fræ sem vaksa í hjörtum okkar. Viltu að elska og kærleikur Guðs styrkist í hjarta þínu? Viltu segja öllum frá Jesú? Þetta var nú falleg saga. Já, hún er mjög falleg þessi saga. Já. En krakkar, vitið það að mér dettur eitt lag í hug. Og það fjallar eiginlega bara það sama á sagan og það heitir Fræ í frosti. Fræ í frosti. Og þetta er óbáslega fallegur sálmur. Og við ætlum að hafa það sem lokasálmur hjá okkur í dag og við sjáumst næsta sunnudag hér í Lindakirkju á páskadag. Hlökkum til að sjá okkur. Já, gerum það. Og gerum svo að taka eitt fyrsta erindi á þessu fallega sálmur, Fræ í frosti. Já, og svo getið þið hlusta á restina af laginu á disknu sem þú gafst út, eða ekki? Jú, passar. Passar það ekki? Jú. Fræ í frosti